Hér að hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta fundur númer 270 og ég bara fyrsti fundur nýkjörinnar sveitarstjórnar. Ég býð ykkur öll velkomin á þennan fund og óska ykkur til hamingju með kjörið. En samkvæmt 7. grein samþykkt á Dalabyggðar kom það í minn hlut að koma á þessum fundi og stýra fram yfir kjör oddvita. Jóhanna María verkefnastjóri Dalabyggðar rita fundagerð og þá göngum við bara til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá eru sveitarstjórnarkosningar núna vorið 2026 og hér skýrsla kjörstjórnar lögð fram. En á kjörskrá voru 534 kjósendur, alls greiddu 293 atkvæði sem eru tæp 55% kjörsókn. Auðiseðlar voru 4 en engin ógildur. Eftirtaldir hlutu kjör sem aðalmenn í sveitarstjórn. Ingibjörg Þórunna Steinudóttir með 248 atkvæði, Guðbrandur Tumi Gíslason með 238 atkvæði, Ingveldur Guðmundsdóttir með 228 atkvæði, Skjöldur Orri Skjaldason með 222 atkvæði, Guðlaug Kristinsdóttir með 192 atkvæði, Sindri Geir Sigurðsson með 142 atkvæði, Bjarnheiður Jóhannsdóttir með 107 atkvæði. Eftirtaldir hlutu kjör sem varamenn. Þar fyrst Valdís Gunnarsdóttir með 102 atkvæði, Guðrún Erna Magnúsdóttir með 121 atkvæði, Þórunn Elva Þórðardóttir með 96 atkvæði, Jón Egill Jóhannsson með 84 atkvæði, Guðmundur Sveinn Bæringsson með 79 atkvæði, Sigurvin Þórður Viðarsson með 66 atkvæði, Sigurður Bjarni Gilbertsson með 51 atkvæði. Þetta hér til kynningar. Og þá það næsta mál á dagskrá sem kjör oddvita og varaoddvita. En samkvæmt 7. grein samþykkta Dalabyggðar skal sveitarstjórn á fyrsta fundi kjósa oddvita og varaoddvita og skuli þeir kjörnir til 1 árs í senn. Og ég ætla að leyfa mér að leggja til að Ingibjörg Þórunna Steinudóttir verði oddviti Dalabyggðar næsta árið. Og vinsælst gefur merki þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já, ég ætla að bjóða Ingibjörgu að taka við stjórn fundarins. Takk hérlega fyrir Ingveldur og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég þakka traustið. Þá komið að kjöri varaoddvita og ég ætla að leggja hér til að Guðbrandur Tumi verði varaoddviti til 1 árs. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá, númer 3, kosning aðal- og varamanna í byggðarráð. En samkvæmt 27. grein samþykkta Dalabyggðar skal sveitarstjórn á fyrsta fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kjósa 3 aðalmenn og jafnmarga varamenn í byggðarráð til 1 árs. En fram mun fara leynileg kosning. Þannig nú tökum við bara smá hlé og förum að kjósa.
Komið sæl aftur. Nú búið að kjósa í byggðaráð en eftirfarandi atkvæði komu. Guðlaug Kristinsdóttir fékk 7 atkvæði sem aðalmaður. Ingveldur Guðmundsdóttir fékk 7 atkvæði. Sindri Geir Sigurðsson 7 atkvæði. Varamenn Skjöldur Orri fékk 7 atkvæði, Guðbrandur Tumi 7 atkvæði og Bjarnheiður 7 atkvæði. Einnig var kosið formann byggðaráðs og þar fékk Guðlaug Kristinsdóttir 7 atkvæði. Til hamingju með kjörið. Næst förum við í dagskrárlið númer 4. Það er samþykkt stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar en rætt verður nauðsynlegar uppfærslur á samþykkt stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar. Ég ætla kannski bara að fá að byrja. Við á síðasta kjörtímabili byrjuðum við að uppfæra samþykktir sveitarfélagið. Gátum ekki klára það vegna barnaverndarmála, barnaverndarsamnings við önnur sveitarfélög. Það er vonandi alveg að fara að klárast, þannig að við getum bara að loka því máli, en meir það síðar. En mér langar líka að leggja til að breyta aðeins nefndum sveitarfélagsins og að sameina félagsmálanefnd og fræðslunemnd annars vegar og atvinnumálanefnd og menningarmálanefnd hins vegar. Svo ætla ég bara að gefa orðið laust. Ekki sem vil ræða málin. Þá ætla ég bara að leggja til að sveitarstjóra, oddvita og sveitarstjórn verði falið að uppfæra samþykktir sveitarfélagsins. Þetta mun gerast bara með haustinu en að við munum strax byrja að vinna eftir þessum nefndum. Þannig að það verði bara skipað sama fólk í fræðslunemnd og félagsmálanefnd annars vegar og menningarmálanefnd og atvinnumálanefnd hins vegar. Þeir sem eru samþykki því, gefum ekki. Það er samþykkt, samhljóða. Næsta dagskrá er dagskrárliður númer 5 sem er kosningi nefndir samkvæmt A-hluta 48. greinar samþykktar Dalabyggðar. En kjósa skal fulltrúa í nefndir og stjórnir sem tilgreindar eru í A-hluta 48. greinar samþykktar Dalabyggðar til 4 ára á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum kosningum. Sveitarstjórn auglýsti eftir áhugasömum aðilum til að taka sæti í nefndum þann 27. maí síðastliðinn með fresti til og með 3. júní. Sveitarstjórn þakkar öllum sem höfðu samband og buðu fram krafta sína. En lagt til að eftirfarandi aðilar verði skipaðir. Í kjörstjórn við sveitarstjórnar og alþingiskosningar að aðalmenn verði Valdís Einarsdóttir, Kristján Meldal og Þuríður Sigurðardóttir. Og varamenn verði Þórður Ingólfsson, Kristín Ólafsdóttir og Bergþóra Jónsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefum ekki. Það er samþykkt, samhljóða. En þau kjósa sér sjálf formann á sínu fyrsta fundi. Þá legg ég til að í umhverfis- og skipulagsnefnd verði aðalmenn Guðbrandur Tumi Gíslason, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Sigrún Birna Halldórsdóttir, Pálmi Ólafsson og Valdís Gunnarsdóttir. Og varamenn verði Sigurður Ólafsson, Viðar Ólafsson, Guðmundur Bæringsson, Rakel Amlín og Baldvin Guðmundsson. Einnig vil ég leggja til að formaður umhverfis- og skipulagsnefndar verði Guðbrandur Tumi Gíslason. Þeir sem eru samþykki því gefum ekki. Það er samþykkt samhljóða. Þá legg ég til að í félagsmálanefnd verði aðalmenn Skjöldur Orri Skjaldarsson, Ingibjörg Þórunna Steinudóttir og Þórunn Þórðardóttir. Varamenn verði Heiðrún Sandra Grettisdóttir, Guðrún Erna Magnúsdóttir og Sigurvin Þórður Viðarsson. Og jafnframt að Skjöldur Orri Skjaldarsson verði formaður nefndarinnar. Sem er samþykki því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Góðan daginn. Já, Skjöldur, þú tekur þetta. Það er svona opinn fundur, það er skemmtilegt. Komum gestur bara. Þá erum við komin að fræðslunemnd. Ég vil leggja til að aðalmenn í fræðslunemnd verði Skjöldur Orri Skjaldarsson, Ingibjörg Þórunna Steinudóttir, Þórunn Þórðardóttir, Ragnheiður Pálsdóttir og Berghildur Pálmadóttir. Og varamenn verði Heiðrún Sandra Grettisdóttir, Guðrún Erna Magnúsdóttir, Sigurvin Þórður Viðarsson, Atli Freyr Guðmundsson og Eyjólfur Yngvi Bjarnason.
og jafnframt að formaður fræðslunefndar verði Skjöldur Orri Skjaldarsson. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá vil ég leggja til að í menningarmálanefnd verði aðalmenn Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Jón Egill Jóhannsson og Guðmundur Bæringsson. Varamenn verði Steinþór Logi Arnarsson, Gyða Lúðvíksdóttir og Halla Sigríður Steinólfsdóttir. Og jafnframt að formaður nefndarinnar verði Bjarnheiður Jóhannsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá vil ég leggja til að í atvinnumálanefnd verði aðalmenn Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Jón Egill Jóhannsson, Guðmundur Bæringsson, Linda Guðmundsdóttir og Skúli Guðbjörnsson. Og að varamenn verði Steinþór Logi Arnarsson, Gyða Lúðvíksdóttir, Halla Sigríður Steinólfsdóttir, Þórunn Þórðardóttir og Vilhjálmur Hörður. Jafnframt að Bjarnheiður Jóhannsdóttir verði formaður nefndarinnar. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fjallskilanefndir, en ekki hefur náðust að fullmanna fjallskilanefnd Suðurdala og ég legg til að fela byggðaráði að skipa í þá nefnd á næsta fundi. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjallskilanefnd Skógarstrandar, en ég vil leggja til að aðalmenn verði þar Guðmundur Flosi Guðmundsson, Sigurður Hreiðarsson og Sigríður Huld Skúladóttir og varamaður verður Björgvin Sævar Ragnarsson. Ef við eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjallskilanefnd Laxárdals. Ég vil leggja til að aðalmenn verði Gísli Þórðarsson, Harald Óskar Haraldsson, Katarínus Jón Jónsson og að varamaður verði Bjarni Hermannsson. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjallskilanefnd Hvammsveitar. Ég legg til að aðalmenn verði Jón Egill Jóhannsson, Eyjólfur Yngvi Bjarnason, Anna Berglind Halldórsdóttir og að varamaður verði Guðbjörn Guðmundsson. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjallskilanefnd Fellsstandar. Ég vil leggja til að aðalmenn verði Sigurður Björgvin Hansson, Vilhjálmur Bragason og Sæþór Kristinsson og varamaður verði Sigrún Hanna Sigurðardóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Næst er það fjallskilanefnd Skarðsstandar. Ég vil leggja til að aðalmenn þar verði Guðmundur K. Gíslason, Rúnar Hermannsson og Hákon Óli Ingimundarsson og varamaður verði Halla Sigríður Steinólfsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjallskilanefnd Saurbæjar, en ég vil leggja til að aðalmenn verði Steinþór Logi Arnarsson, Karen Þorbjörnsdóttir og Jón Ingi Ólafsson og varamaður verði Þórunn Þórðardóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárlið númer 6 sem er kosning í stjórnir og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta 48. greinar samþykkta Dalabyggðar. En hér er kosning fulltrúa í stjórnir og samstarfsnefndir. Almannavarnanefnd. Sveitarstjórn skipar fulltrúa samkvæmt samkomulagi við önnur sveitarfélög á Vesturlandi samkvæmt 9. grein laga almannavarnir. Lagt er til að fulltrúi Dalabyggðar verði sveitarstjóri Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt. Heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórnir á Vesturlandi kjósa sameiginlega 5 aðalmenn og jafnmarga til vara í nefndina samkvæmt 11. grein laga hollustahætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Sveitarstjórn kýs aðal og varafulltrúa á aðalfund. Lagt er til að fulltrúi á aðalfund verði Skjöldur Orri Skjaldarsson og varafulltrúi Bjarnheiður Jóhannsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Öldungar á Dalabyggðar, Reykhóla og Strandabyggðar. Sveitarstjórn skipar 1 fulltrúa og 1 til vara. Lagt er til að fulltrúi verði Guðlaug Kristinsdóttir og varafulltrúi Bjarnheiður Jóhannsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Landsþing Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Samkvæmt samþykktum Sambands Íslenskra sveitarfélaga kýs sveitarstjórn aðal og varafulltrúa á Landsþing Sambandsins. Lagt er til að fulltrúi verði Sindri Geir Sigurðsson og varafulltrúi Ingveldur Guðmundsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða.
Fulltrúaráð eignarhalds Brunabótafélag Íslands. Sveitarstjórn kýs aðal- og varafulltrúa í fulltrúaráð eignarhalds Brunabótafélags Íslands, samanber 9. grein laga eignarhaldsfélagi Brunabótafélag Íslands, númer 68/1994. Þetta er rosa þjált. Ég sé að hlýi hérna að mér, en það er skemmtilegt. Lagt til að fulltrúar okkar verði sveitarstjóri Dalabyggðar og varafulltrúi verði oddviti Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, en sveitarstjórn kýs aðal- og varafulltrúa á aðalfund samkvæmt samþykktum samtakana og tilnefnir fulltrúa í stjórn og varastjórn. Lagt til að í stjórn verði Ingibjörg Þórunn Steinudóttir og varamaður verði Ingveldur Guðmundsdóttir. Jafnframt lagt til að fulltrúar aðalfund verði Skjöldur Orri Skjaldarsson og Bjarnheiður Jóhannsdóttir og varafulltrúar aðalfund verði Guðbrandur Tumi Gíslason og Guðlaug Kristinsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Sorpurðun Vesturlands, sveitarstjórn kýs aðal- og varafulltrúa aðalfund þegar Dalabyggð á fulltrúa í stjórn Sorpurðunar Vesturlands. Þá skal hann valinn á sveitarstjórn. En Dalabyggð á ekki fulltrúa í stjórn Sorpurðunar Vesturlands fyrr í haust. Hann verður þá bara kosinn þá. Nei, byrju, ég með þetta hérna. Afsakið. Já, það er bara í haust. Við kjósum þá bara fyrir haustið, fyrirgefðu. Lagt til að fulltrúi á aðalfund verði Skjöldur Orri Skjaldarsson og varafulltrúi Bjarnheiður Jóhannsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fjölbrautaskóli Vesturlands, sveitarstjórn kýs 1 fulltrúa í fulltrúaráð skólans og 1 til vara. Lagt til að fulltrúi verði Guðlaug Kristinsdóttir og varafulltrúi Ingveldur Guðmundsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Dalagisting, sveitarstjórn kýs fulltrúa á aðalfund og tilnefnir 2 fulltrúa í stjórn og 2 til vara. Lagt til að fulltrúa á aðalfund verði Guðlaug Kristinsdóttir og lagt til að fulltrúar verði Guðlaug Kristinsdóttir og Ingveldur Guðmundsdóttir og varafulltrúar Sindri Geir Sigurðsson og Guðbrandur Tumi Gíslason. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fjárfestingafélagi Hvammur, sveitarstjórn kýs 2 fulltrúa á aðalfund, tilnefnir 2 fulltrúa í stjórn og jafn marga til vara. Lagt til að fulltrúar á aðalfund verði Guðbrandur Tumi Gíslason og Ingveldur Guðmundsdóttir og lagt til að fulltrúar í stjórn verði Guðbrandur Tumi Gíslason og Ingveldur Guðmundsdóttir og varafulltrúar í stjórn verði Sindri Geir Sigurðsson og Guðlaug Kristinsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fóðuriðjan Ólafsdal EHF, sveitarstjórn kýs aðal- og varafulltrúa á aðalfund og tilnefnir 1 fulltrúa í stjórn og annan til vara. Lagt til að fulltrúa á aðalfund verði Skjöldur Orri Skjaldarsson og varafulltrúi verði Ingibjörg Þórunn Steinudóttir. Lagt til að fulltrúi í stjórn verði Skjöldur Orri Skjaldarsson og varafulltrúi í stjórn Ingibjörg Þórunn Steinudóttir. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Minningarsjóður Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómasdóttur á Fellstenda, en oddviti situr í stjórn minningarsjóðsins samkvæmt stofnskrá hans. Það er enda búin að breyta stofnskráni og það er aðili frá sveitarstjórn sem á að sitja í nefndinni, en ég ætla ekki til að Ingibjörg Þórunn Steinudóttir sitji þar. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Breiðafjarðarnefnd, sveitarstjórn tilnefnir aðal- og varafulltrúa skipaði til 4 ára í senn, en byggðarráð samþykkti að Valdís Einarsdóttir verði aðalmaður fyrir hönd Dalabyggðar í nefndinni og Eyjólfur Ingvi Bjarnason varamaður hennar á 337. fundi sínum þann 3. júlí 2025, þannig að þau sitja bara áfram. Menningar- og framfarasjóður Dalasýslu, sveitarstjórn tilnefnir 1 fulltrúa í stjórn sjóðsins og 2 skoðunarmenn. Lagt til að fulltrúi í stjórn verði Þórður Ingólfsson og lagt til að skoðunarmenn verði Guðlaug Kristinsdóttir og Sindri Geir Sigurðsson. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Minningarsjóður Finns Jónssonar frá Geirmundarstöðum, sveitarstjórn tilnefnir 1 fulltrúa til setu í stjórn til 4 ára í senn, en lagt til að fulltrúi í stjórn verði Halla Sigríður Steinólfsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Minningarsjóður Péturs T. Oddssonar, prófastra Hvammi, sveitarstjórn tilnefnir 1 fulltrúa til setu í stjórn til 4 ára í senn. Lagt til að fulltrúi í stjórn verði Jón Egill Jóhannsson. Þeir sem samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða.
Veiðifélag Laxdæla. Sveitarstjórn kýs fulltrúa á aðalfund og annan til vara vegna eignarhluta fjósa. En lagt til að fulltrúi á aðalfund verði Skjöldur Orri Skjaldason og varafulltrúi verði Sindri Geir Sigurðsson. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Veiðifélag Laxár í Hvammsveit. Sveitarstjórn kýs fulltrúa á aðalfund og annan til vara vegna eignarhluta lauga. Lagt til að fulltrúi á aðalfund verði Skjöldur Orri Skjaldason og varafulltrúi verði Sindri Geir Sigurðsson. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Sveitarstjórn kýs 2 fulltrúa í nefndina og 2 til vara. Lagt til að fulltrúar verði Guðbrandur Tumi Gíslason, Bjarnheiður Jóhannsdóttir og varafulltrúar verði Valdís Gunnarsson og Pálmi Ólafsson. En þetta eru fulltrúar umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Byggðasamlag brunavarnir Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Sveitarstjóri er fulltrúi í stjórn en sveitarstjórn kýs 1 til vara. Lagt til að fulltrúi verði sveitarstjóri Dalabyggðar og varafulltrúi verði oddviti Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Næsta dagskrá er ráðning sveitarstjóra. En farið yfir stöðu mála. En eins og fram hefur komið í fréttum er búið að ráða hana Lilju Björg sem sveitarstjóra. Eitthvað sem vil ræða þannig lið. Við bara bjóðum hana velkommen til starfa, velkommen til að fá hana. Samkvæmt ráðningarsamningi og hún hafi störf 15. júní. Þá er það bara dagskrárlið númer 8, eða þarf við að samþykkja ráðningu sveitarstjóra. Fyrir ekki að formlega. Akkurat, bara staðfesta, bara, þetta er bara lagt fyrir. Ekki gaman að fá svona, já. Okay. Samningur barnaverndarþjónustu, bréf frá mennta- og barnamálaráðuneytinu lagt fram til kynningar. Undanþága frá skilyrði lágmarksfulltrúa vegna barnaverndarþjónustu á grundvelli barnaverndarlaga hefur verið framlengt til 31. ágúst 2026. Eitthvað sem vil ræða þennan lið? Það fannst ekki vera. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, Dalabyggð og 1 fulltrúi á landsþing, þetta er vantilega fundarboð og við vorum hérna nú rétt áðan að kjósa Sindra sem okkar fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lagt fram aðalfundarboð fjárfestingafélagsins Hvamms, lagt fram til kynningar eitthvað sem ræða fundarboðið. Hérna eru fundagerðir fjárfestingafélagsins Hvamms, lagt fram til kynningar eitthvað sem vil ræða þær fundagerðir. Dagskrárlið númer 12, fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, fundagerð lögð fram til kynningar eitthvað sem vil ræða þessar fundagerðir. Dagskrárlið númer 13, aðalfundur veiðifélags Laxár í Hvammsveit, fundarboð lagt fram til kynningar og við vorum hérna að kjósa Skjöld Orra Skjaldason sem fulltrúi Dalabyggðar á aðalfund. Stendur hérna aðalfund 2027. Við eigum ekki fulltrúa 2026 en mynd atkvæði en að mæti samt að fundin 26. Akkurat, takk fyrir. Aðalfundur veiðifélags Laxdæla, lögð fram fundagerð aðalfundar veiðifélags Laxdæla frá 15. apríl síðastliðinn og fundarboð vegna félagsfundar þann 11. júní næstkomandi. Dalabyggð á fulltrúa á félagsfund og við vorum hérna á hana kjósa Skjöld Orra sem fulltrúa Dalabyggðar. Hvað sem vil ræða aðalfundarboðið? Hérna eru fundagerðir samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi lagt fram til kynningar, einhver sem vil ræða þessa fundagerðir. Svo veist ekki vera, hérna er umsóknarbeiðni tækifærisleyfi Food Festival Dalabúð en staðgengill sveitarstjóra afgreiddi umsóknarbeiðni í samræmi við samþykkt Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða þennan lið? Bara góða skemmtun þeir sem eru að fara því miður kemst ég ekki. Hérna er umsóknarbeiðni gistileyfi Árblík en staðgengill sveitarstjóra afgreiddi umsóknarbeiðni í samræmi við samþykkt Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða þennan lið? Dagskrárlið númer 18, mötuneyti Auðaskóla, hérna er undirritaður samningur lagður fram til kynningar. Einhver sem vil ræða þennan samning. Svo veist ekki vera ræstingar fyrir Dalabyggð, þetta er dagskrárlið númer 19, en undirritaður samningur er hér lagður fram til kynningar. Einhver sem vil ræða þennan samning. Svo veist ekki vera.
Næsti fundur sveitarstjórnar í júlí fellur niður vegna sumuleyfa en næsti fundur sveitarstjórnar er lagt til að hann verði fimmtudaginn 13. ágúst, þá klukkan 4. En á meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella samanber 32. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar nr. 391/2018 með síðari breytingum. Eitthvað sem vil ræða þetta? Svo virðist ekki vera. Þá er bara dagskráin tæmd og við munum fara yfir fundagerð og samþykkjana og undirrita. Og fleira er ekki gert. Fundi slitið.